ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. 9. og 10. júlí var sannkölluð motocross veisla haldin á Akureyri. Keppt var á laugardeginum í 3. umferð til Íslandsmeistara í motocrossi og á sunnudeginum í enduro, einstaklings sem og tvímenningsakstri. Keppendur hafa oft verið fleiri á Akureyri en þeir sem mættu urðu ekki fyrir vonbrigðum þar sem svæðið hentar mjög vel til endúroaksturs. Þrátt fyrir að útlitið hafi verið grátt morguninn lét sólin sjá sig fljótlega eftir fyrstu ræsingu. Endúrobrautin var mjög skemmtileg þar sem talsverð bleyta og drulla hafði safnast efst í brautina og tók einungis prufurhringurinn 45 mínútur. Þessum menn voru að prufa hérna ýmsu staði til að festa sig. Það gekk ýmislegt á hjá mönnum í fyrstu umferðinni á meðan að brautin var að kerast til og tók stóra sandbrekkan mikið púður úr keppendum fyrstu hringina. Íslandsmeistaramótið í motocrossi skiptist í 5 keppnir sem skiptir niður á helgar sumarsins á víð og dreifðum landi. 2 mótó eru keyrð í hverri keppni í motocrossinu og safna keppendur stigum. Sambærilegt fyrirkomulag gildir enduróið en þar eru keppnirnar færri. Sá keppandi sem endar svo stigahæstur eftir sumarið er krýndur Íslandsmeistari. Yngvi, nú er 2 daga motocross veisla afstæðin. Hvernig gekk? Það gekk nú bara mjög vel. Já, gekk allt upp. Ég var nú dálítið þreyttur núna í endan, en já, annars var helgi bara alveg 100% tipptopp. Og veðrið í lagi? Veðrið það rættist mjög mikið úr því. Það átti bara að vera drullurreið sem bjóst við því, en svo var bara ryk Þeir gerðu brautina sáum hana mjög vel og það var bara mjög gaman og brautin mjög góð. Í hverju var keppti í gær? Það var 3. umferðin í Íslandsmótinu í motocrossi í gær hérna og ég keppti bæði í MX2 meistaraflokk minnihjóla og MX1 eða MX Open eins og þetta kallaði, bara opinn flokkur og var með fullhússtiga þar í báðum mótum eða bara yfir keppnina og svo í dag var endurómótið sem var önnur umferð og já, ég endaði með fullhússtiga líka. Hvernig er gærdagurinn frábrugðinn deginum í dag? Er þetta styttri mótó? Sko, motocrossi í gær var svona, það er miklu meira action, styttri mótó, stöppallar, krappari beygjur, dálítið meiri hraði svona þannig séð. En enduróið svo í dag þá eru 2 löng mótó og meira flæði, meiri, þúfur, brekkur, langi kaflar. Þannig að þetta er svona, ef þú ert að byrja í sportinu mæli ég með enduróinu og svo færir yfir í motocrossi. Þannig að það er meiri keyrsla, það er meira að vera að koma inn á þolið í dag og meiri þolkeyrsla. Já, það er svona meiri þolkeyrsla í dag, en þú getur keyrt aðeins rólegra og sloppið með að spara aðeins, en í gærdag þá þarftu alltaf að vera á fullu og þú mátt ekki slaka á, þá ertu búinn að tapa. Og þú ert í fyrsta sæti öllu sem þú kepptir í yfir helgina? Já, það er bara þannig. Til hamingju með það. Takk hérlega. Það eru sigurvegarar í tvímenningi í dag, hvernig var? Þetta var frábært. Það var rosa heppið með veður, rigndi í alla nótt og kom svo bara sól og nokkuð heiðskírt bara í morgun og dagurinn bara æðislegur. Hvernig gengur svona tvímenningskeppni fyrir sig? Þetta er bara, þá fer ég 1 hring og getur ráðið hvort það verður 1 eða 2. Svo skiptum við erum svona ból utan hendina og svo skiptum við á milli og hann fer bara næsta hring. Og hvað er þetta löng mótó? Tvímenningurinn keyrir í 74 mínútur. Þá er stimplað út. Og 1-2 hringir á mann og skipst á? Já, max 2 hringir, svo er þetta bara pínu eins og bóðhlaup. Það er bara, ég keyri minn hring og láta hann á bóluna og hann fyrir næsta hring og í 74 mínútur. Hvernig ertu eftir 74 mínútur á svona hamagangi? Það er nefnilega ástæðan fyrir að við erum tvímenning, sko. Við nefnilega
það er boðið að vera einn líka í 75 mínútur og við ráðum ekki við það. Þannig að við erum fínir í tímenningnum bara. Þið unnuð þessa tvímenningskeppni fyrra líka, það ekki? Jú, við náðum að sigra þetta hér líka og vorum Íslandsmeistarar þar fyrra. Í tvímenningi? Já. Hvernig gekk í gær? Þarf það að rifja þetta. Við kepptum í gær líka, hafa motocross í gær á laugardeginum og ég keppti í MS Open-flokki og lenti í öðru sæti þar. Hvernig það frábrugðið keppninni sem var í dag? Motocrossi það þessi litli hringur sem við sjáum hérna bak við okkur og hann bara rétt tæpa 2 mínútur og það hvert mót og hver umferð fyrir sig bara 20 mínútur pluss 2 hringir og svo fyrir næsti flokkur á stað og það eru 4 flokkar, ekki bara 2 eins og í endurúnu og það keyrir bara eins og segið 20 mínútur pluss 2 hringi og svo hvílir í svona 40 mínútur og svo aftur eins 2 svoleiðis umferðir yfir daginn. Þannig að það svolítið mikil meiri sprengikraftur í því heldur en þolið sem í dag? Já, það er bara all out í þessar 24-5 mínútur sem keppnin og já, allt öðru vísi eins og í dag. Það hérna keyrt svona meira alltaf endast í 75 mínútur. Menn að passa að sprengja sig ekki? Já, nákvæmlega eins og margir sem að keyra í einstaklings þeim að vera að passa sig að láta bara frekar taka fram úr sér á fyrstu hringjunum svo þeir þurfa að halda sama hraða út allan tíman. Verið velkomin í Motorhaus. Við erum á leiðinni á motocross-keppni á Akranesi með honum Einari Sig sem fyrstur til Íslandsmeistara eins og fyrir 4. umferð. Já. Reckless is the love you teach your young to understand. Have we all forgotten how to lend a helping hand to a stranger who needs it more than you and I? Whoa, stranger, how can we laugh while others cry? Don't fill me up with hatred and then tell me that you love. Justify your actions with commandments from above. That sounds stranger than what I'm trying to say. Og hvernig byrjar þetta? Við erum fyrst að mæta á staðinn. Svo tökum við hjólinn út og græjum okkur og gerum okkur tilbúna fyrir tímatökur. Og svo erum við búin í tímatökum á smá hvíld og svo bara strax í fyrsta mótó. Og þá erum við komin í fyrsta heat í motocrossinu á Akranesi og vill svo heppilega til að við erum með Einar Sigurðsson með okkur hérna í stúdíóinu. Og hvað að gerast núna, Einar? Hvernig gengur þér þarna? Við erum nú á hjálminum hjá þér. Heyrðu, við tókum þarna stað í fyrsta mótó og ég náði hörmulegu starti og nú er ég bara að reyna að vinna mig upp í baráttuna bara þarna. Hverjir eru þarna undan þér? Heyrðu, þetta er hann Elmar Darri sem að keyra reyndar í úlingaflokknum og er að reyna að ná honum þarna og komast í baráttuna bara þarna. Veitu, hvað er úlingaflokkurinn að gera með ykkur þarna? Heyrðu, það var svo reynt núna í ár að keyra úlingaflokkin með MX2. Þá eru bara allir saman á sömu hjólastærðinni. Það er mjög skemmtilegt. Af hverju eru þið þá ekki undan úlingaflokknum? Eru þeir virkilega svona góðir eða? Já, það fyrir bara MX2 kallast þeir við erum í og úlinga. Það er bara aðalega aldursmunurinn og Elmar hann er 15 ára og hann er mjög öflugur. Þarna sérum við, hvernig ertu að taka fram á þarna? Heyrðu, hann heitir Nonni. Ég var að ná fram honum þarna og svo reyna að setja pressu á Elmar eða eitthvað. Hver er þarna fyrstur eða hvernig? Yngvi er hérna fremst með gott fórskot og svo kom Elmar strax eftir honum þarna. Svo hélt ég bara 3. seti, náði ekki í neinu. Það var rauninni öðru seti í mínum flokk.
En hvernig, nú fyrsta mótói búið, hvernig fannst þér brautin? Herri, hún var bara mjög skemmtileg og krefjandi. Kom hann mjög óvart og alltaf verið skemmtileg finnst mér, þessi braut. Svolítið þung? Já, hún er mjög þung á köflum og svona sleip á köflum, en þetta er svona allt. Sleip, hörð, þung, krefjandi bara. Hörð kyrla? Já, mjög. Hvað eru þið margir í flokknum þínum? Ég held séu 6, frekar en 7. Ekkert armpump? Jú, það kom hann armpump smá, já, síðustu 3 hringina þá byrjaði við bara að hægja á mér og fór í safe mode til að klára þetta og ekki þetta. En klárar? Ég endaði í öðru seti í mínu flokk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Og þá erum við komin í fyrsta hít í kvennaflokki, en hvernig fer kvennaflokkurinn fram með karlaflokkin? Er þetta ekki bara eins? Jú, þetta er bara nákvæmlega eins. Þetta er keyrt í 15 mínútur pluss 2 hringir eins og MX2 úlingaflokkurinn gerir. Þarna erum við á hjálmunum hjá henni Anitu, en hvernig var baráttan hjá þeim þennan dag? Þannig að sést að Geða náði startinu og Anita haldi í henni einhverja dag og stund þannig og þá náði Karen fram úr henni. Hvernig eru stelpurnar í þessu? Það ekki drullu góðar? Þær eru mjög öflugar og sýna mjög mikla framfærir í hvernig keppni og gaman að horfa á þetta. Mjög mikil barátta alltaf í þessum flokk. Anita Hauksdóttir, nú er fyrri umferðin búin. Hvernig gekk? Það gekk alveg ágætlega sko. Ég fór einu svona hausinn, misti stelpuna svolítið langt fram með mér sko. Pínu fúli því sko, ég ætlaði að ná að berjast aðeins meira sko, heilsan eitthvað að stríða mér. En brautin er geðveik og það er geðveikt veður svo að þú veist, maður getur ekkert kvartað. Nei. Og setna mótið eftir, þá að gera það segja ekki? Jó, nú það bara að tjartsa, hlaða batterinn, drekka, svo éta og vera aðeins grimmari en áður. Þú komst út í hvað, 4. sæti? Nei, 3. 3. sæti? Já. Og veistu hvar þú ert í röðinni til Íslandsmeistara? Já, ég er 3. Ég held sko að ef að Gyða vinnur aftur næsta mótó og ekkert kemur upp á hjá henni það sem eftir er seasons þá sé hún búin að tryggja sér titilinn. En það er náttúrulega, þá verður hún að klára það sem eftir er líka. Og það er náttúrulega aldrei þannig að þú veist, maður sé að fara að gefast upp núna sko. Þetta virkar ekki þannig sko. Maður fer út og gerir sitt besta alltaf sko. En nú er þetta ekki þín fyrsta keppni. Hvað ertu búin að vera í þessu lengi? Nei, þetta er 16. árið sem ég keppi. Og maður er alveg búin að læra það líka. Það getur ýmislegt komið upp á og stundum gengur líka bara allt eins og í sögu. Það getur allt gerst í þessu sporti. Já, það er alveg satt og sannað. En hvernig byrjarðu í þessu sporti? Hvar byrjar bakterían? Herru, pabbi byrjaði í þessu og svo fekk ég hjól í afmælisgjöf bara óvænt þegar ég var 10 ára. Var ekkert búin að biðja um það og hafði engan áhuga á svo ekki neitt sko. Bara surprise, mótorhjól. Og það er öll fjölskyldan með þér að hjóla eða hvað? Já, mamma og pabbi eru bæði að keppa þenni í dag. Mamma er með mér í flokki sko. Og bróðir minn keppir í endurónu. Hann er svona kannski meiri hobbyhjólari. Við erum undir öll hobbyhjólari núna, það er brjálað að gera á okkur öllum. En þegar þú byrjar 10 ára, er þetta meira svona hobby eða ferðu strax út í keppnir? Pabbi skráði mig í keppni 2 dögum eftir ég fekk hjólið sko. En það var speedway keppni, það var aðeins öðru sér sko. Það var á Neistaflugi, á Neskaupstað. Og þá voru held ég 4 aðrir strákar að keppa á móti mér og þeir voru allir á skellinöðrum. Þannig þú ert búin að vera að hjóla frá því þú fékkst fyrsta hjólið þitt í keppnum? Já, og þú veist, þetta hefur náttúrulega alltaf verið bara passion líka sko. Þú veist, við erum búin að vera að ferðast alltaf saman öll fjölskyldan yfir sumarið og svona. Dóttir mín er komin á hjóli líka.
Hún var 3 ára þegar hún fekk sitt fyrsta hjól, 5 ára núna. Þannig þetta er svona baktería sem þú losnar ekkert við? Já, alltaf það ekki, ef maður fellur fyrir þessu þá er maður fastur. Jæja Anita, seinna hít búið? Já, það kláraðist. Herru, ég var aftur 3. Hvað klikkaði? Sko, ég náði svona fínu ríflexi til að byrja með í startinu, svo kom Bína brjálaði alveg á trilljón fram úr mér hana, Karen líka. Svo bara kom Gyða fljótlega fram með líka og ég náði ekki að halda henni. Ég var að ná Bínu, hún var fyrir frammi sko. Svo fór mótorinn hjá henni þarna einhvers staðar á einhverjum palli. Þá var ég komin upp í 3. og ætlaði bara að keyra it to safe. Viss að stelpurnar væri svona svolítið farnar sko. Svo var einhver lítill rindill þarna fyrir aftur mig og gerði mig alveg brjálaða. Og það er alltaf svolítið þannig sko að það er erfiðar að keyra undir pressu heldur en það er að pressa. Og fyrir vikið þegar ég finn fyrir henni, hún var nú ekkert að ógna mér, hún var ekkert þannig nálægt mér, en ég fann samt fyrir henni, þannig að ég fann smá pressu. Þá verður maður bara svona aðeins æstari, lætur svona keppnisskapið fara aðeins í sig. Þá voru maður þreyttari sko. En brautin, skánaði? Brautin var sko ógeðslega skemmtileg, hún var það líka í fyrra heitinu, en hún var eiginlega erfiðari núna ef eitthvað var. Svo hún tók meira á. Það var búið, efni í henni var búið að losna meira, en einhvern veginn, maður var með hjólið í botni, hélt sér í hjólið og það valla fór á stað fyrir hann allt í einu ríkti það í mann, skiljur. Þannig að maður fer svona, það er allt í botni, var ekkert að gerast og svo allt í einu bara vum, það er allt að gerast. Og það tekur klikka mikið power frá manni, sko. Þannig að það er allir búnir á því? Já, ég er að deyja. Ég er alveg búinn, en ég er ógeðslega sátt með daginn. Jæja, Yngvi, fyrstur bæði mótóin í dag? Já, þetta var létt í fyrra mótóinu, náði startinu á 2505 og svo seinna mótóið það var ekki alveg eins gott, en ég var samt annar út í fyrstu beygju og Einar var undan mér og svo spólaði hann alveg yfir mig í nokkra hringi og svo loksins náði fram úr. Hafðist í lokin? Já, svona hafðist fyrir rest. Ég fann svona nokkra staði sem ég greiddi aðeins á honum og ég reyndi að nýta mér það smá og það gekk. En brautin góð? Brautin geggjuð, ég held að verður alltaf betri en það kemur rosalegt svona eftir næsta hjóli eða mikið af drullu í andlitaðir og þú ert alveg blindur og þannig þú ert alltaf að vera aldrei beint fyrir aftan hann og þannig að þetta er erfitt svona að taka fram úr en já, það tókst samt. Þannig slagurinn í dag var milli þín og Einar? Já. En veistu hvað þú stendur til Íslandsmeistara? Já, ég er 2 stigum eftir Einari og það er eiginlega þá er bara næsta keppni, hver vinnur eða hver er undan verður meistari. Þannig það er síðasta keppnin? Já, það er síðasta keppnin. Hún er reyndar eftir 4 vikur í Bolundu og það er bara sem endar upp á hærri palli vinnur. Þetta er bara úrslita. Þannig það verður gaman að sjá. Þetta verður spennandi? Það verður mjög spennandi. Takk þér og gangið vel. Takk sömuleiðis. Einar Sig, seinna mótóið að klárast. Hvernig gekk? Heyrðu, það gekk mjög vel. Ég náði hérna startinu og fyrstur til fyrstu beygju og náði svo að halda því í einhverja 4-5 hringi. Og þá var orkan nánast öll búin og bara Yngvi náði fram úr og nýtti sér tækifæri og komst fram úr, já. Og brautin ekkert orðin leiðilega grafin? Jú, hún var mjög grafin en það var mjög skemmtileg. Alla línunar kom mjög skemmtileg, maður hélst vel í þeim og grip á sömu stöðum og þetta var bara mjög gaman. Þannig að baráttan er ennþá milli þín og Yngva, hvort sem það er í keppnin í dag eða til Íslandsmeistara? Já, þetta er bara keppnin milli okkur, þetta er mjög gaman og já. Annar í báðum hítunum í dag en ennþá fyrstu til Íslandsmeistara? Já, ég er ennþá núna, ég er 2 stigum á undan núna eins og er. Ég þarf að vinna 1 mótó til að ná Íslandsmeistaratitilum, þannig að það er bara ein keppni eftir og þetta bitnar alltaf henni, hvernig þetta fer, hver eru meistari. Þannig að það kemur í ljós eftir 4 vikur? Já, það er bara kannski að æfa sig eitthvað núna, meira vanlega og það væri gaman að eiga séns í hann. Ánægður með daginn? Já, alveg fyrsta mótóið hefði mátt vera eins og seinna mótóið.
Ég held ég hefði átt meiri séns á, nema það er bara skeitt og var ekki alveg dottinn í sama gír og ég var í seinna mótorinu. Hvernig var hjólið? Herðu, það var mjög gott. Fyrir mótorið allt geðveikt, en seinna mótorið þegar mótorið cirka hálfuna þá komst einhvern veginn plast í afturbremsuna og var ekki með afturbremsu seinni helmingin á seinna mótorinu. Þannig að það gerði smá vesinn að koma inn í beygju og maður ætti að vera með frambremsuna alveg á hreinu og hitta línunar þannig að maður datt ekki úr því og pöllunum og gefa ekki mikið í og eitthvað. Þannig þú varst í fremstu baráttunni bremsulaus? Já. Hvernig var það? Það var mjög gaman. Ég bara skeitt þarna svolítið og leiði Yngvi náttúrulega með helmingi betra formi og þrjusu góður ökumaður. Hann bara lét sig hverfa þótt ég verið með afturbremsu eða ekki, þá bara fór hann. Það er svoleiðis? Já, svolítið leiðilegt en satt. Ég og Einar Sig þökkum fyrir okkur og kveðjum frá Akranesi í bili. Sælar. Reckless is the love you teach your young to understand. Have we all forgotten how to lend a helping hand to a stranger who needs it more than you and I? Whoa, stranger, how can we laugh while others cry? Don't fill me up with hatred and then tell me that you love. Justify your actions with commandments from above. That sounds stranger than what I'm trying to say. Whoa, stranger, you know that love's the only way. Og í öðru sæti Eiður Orri Pálmason. Og í fyrsta sæti Víðir Tristan Víðursson. Spend your life so sparingly, you're afraid that you'll run out. But I can tell you, honey, in my mind, there's no doubt, there's no danger. What you reap is what you sow. Whoa, stranger, keep loving, it will only grow. Hold yourself to standard, showing what you're all about. But deep inside your heart and heart, you just want to break out. I'm no stranger, and by your side every day. Whoa, stranger, Og í fyrsta sæti Ingi you know Björn that Silkesson. love's the only way. Gefið þeim rosa gott hjá. Like the sun on a summer's day, you know one in every way. But when she falls down into the ground, we're still young. And we can learn how to love. Þá erum við að fara á næstu stöð. Hvað erum við að fara að gera? Við erum að fara að pröfa fleiri dekk. Oh yes! Oh no! Þetta er náttúrulega rosalega. Veistu, ef á þess, þá deyri ég. Það er að taka í lugginu. Það er ekkert sérstakt þetta með þetta. Verstu bara tilbúin að beygja yfir og botna hann ef þú ert að fara að velta þessu.
Ok, bye. Þessum orðum ætlum við að kveðja ykkur í dag. Bjóðum ykkur góðar helgar. Fáðu ykkur bjúgnildi og sættindabrauð og skvettið í halarófur. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.